þjóðarsafnið. Strákar, vitið þið hvað klukkan er? Klukkan? Hvað er klukkan? Það er fæðistofur. Það er ekki tími til að ná í fæðistofuna, maður. Hérna, sóknusmælinn keppi. Svo. Megin, heyrðu. Það er eitthvað orðið fyrir til. Hvað er þetta? Hvað er það? Þetta er bókald tímans. Undir með þetta. Þorgerður. Já. Ekki líta niður. Ég hef grunum að framkvæmdandi sjá aðeins eftir áætlun. Af hverju heldurðu það? Ég hef það bara einhvern veginn á tilfinningunni. Ég skil þig. Og það er ekki örgla hraðsteypu í gólfið. Jú. Já, gott fólk, velkomin á þjóðarsafnið. Og opnunarsýningin er eins og þið sjáið að atburðir ársins 2004. Já, gjörðu þið svo vel og njótið sýningarinnar. Mundu að árið var þið besta mál algjör snill segðu það bara og láttu ekki fjölmiðla ljúga að ég og látið hærum og bakara hengum fyrir slið það var með tómat og hráum og steiktum lauk þetta ár á þessum Hannes berði loft hættur landing ákomu leiksak. Því það var vínakrust, vals og rætt, tja 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 þetta ár bara koma svo svona upp en gítarinn mundu að árið var þið besta mál algjör snill segðu það bara og láttu ekki fjölmiðla ljúga að þér og sole mia. Hvað? Af hverju þagnar hann? Það sé að láta þetta ganga hérna. Hvað er? Nei, þetta er bara söfnunarbaukur. Það vantar bara nokkra þúsund kallum þó að hann klári lagið. Kristján, við erum búin að safna fyrir 2 línum í viðbót. Var þetta ekki nóg? Nei, greinilega ekki hérna. Vantar herslumuninn upp á hann taki háa síð. Hvað skona sveit hann upp á hattur er þetta eiginlega? Svona upp með veskinn svo við getum lokað þessu fucking dæmi hérna. Þú veist að já, svona borga. Stein Brandtjata, Stein Það er ekki spurning að Gay Pride gangan er orðin eitt stærsti viðburðurinn í íslensku þjóðlífi og það er næsta skrefi hjá okkur samkynhneigðum að gera hinsegin daga að þjóðhátíð allra Íslendinga og eins og sést taka allir þátt í þessari göngu þó við séum nú kannski ekki alveg komnir út úr skápnum en þá ganga þeir samt. Ómar!
Já, hvað er þú hér? Já, hvað er þú hommi? Nei, þetta er bara einu leið þess að vekja athygli. Athygli? Athygli á þessu hérna, sko, verjum kringisárana. Já, ég skil. Já, þessa skal, þessuna. Verjum kringisárana! Verjum kringisárana! Verjum kringisárana! Við stöndum hér innan merka forngripi. Hún ekki með skotthúfu. Almáttu, hjálpum, þetta er rétt hjá þér. Þetta er skandal. Þú er íslenska þjóðbúðin með skotthúfu. Já, og hér hjá mér Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra. Þorgerður, það vekur furðu að þú skulur ekki vera með skotthúfu í íslenska búningin. Geturðu skilgreint þessa óánægju? Nei, það er erfitt að skilgreina þetta. Já, ég skil það, en í ljósi þessara gagnrýni, finnst þér ástæða til að gera eitthvað í húfuleysinu? Já, ég held að það væri mikill ábyrgður hluti ef við gerðum það ekki. Nú skilst mér að þú hafi látið sauma á því skotthúfu, en kostnaðurinn við það hafi farið langt fram úr áætlun. Ætlar að neita að borga þessa húfu? Já, það er nú ekki alveg komið að ljós hversu mikið þetta hefur farið fram úr áætlun, en auðvitað verður að borga hlutina. En segðu mér þá, hvað ætlar að gera í þessu húfuleysi, Þorgerður? Þorgerður! Hvað? Sagði ég eitthvað? Þetta var snakkarlega gert. Takk sem við leiðis. Nei, í alvöru. Þetta er alveg borðleggjandi. Öll ráðherralaunin mín fara inn á eitt reikning og ef ég skildi svo missa vinnuna. Missa vinnuna? Ég segi bara svona, ef svo ólíklega vildi til. Altså, ertu þá ráðherra? Já, segjum til dæmis að formaðurinn fær í hrossakaup við sjálfstæðismenn og keipti sér forsætisráðherrastólinn með því að fórna einum ráðherranum og það vildi svo óbúslega ólíklega til að það var akkurat kona og fyrir einhverja fáralega tilviljun væri það kannski ég. Þú eru þið ekki að djóka í mér? Einiruttur fjalla, Ylihúsafjær. Fjandans aumingjar getið þið verið. Datt mér ekki í hug að þið myndu hugsa raskati á sjálfum ykkur kallapungar. Reynir að hjálpa kalla, en Halldór bara hlær. Ég hef ekki sagt mitt síðast orð í þessu máli. Já, þá það frá. Já, þá eru lausir við hana og þá getum við frá rjúpu, er það ekki, Halldór? Jú. Það var náttúrulega ekki þetta að líða það að hún banna okkur að skjóta rjúpu. Rjúpur eru góður matur, en samt finnst mér sósan alltaf best. Nú þarf Sif aldrei framar að mæta á ríkisstjórnarfundi. Heppin. Hún þarf aldrei aftur að bera ábyrgð á náttúruspjöllum upp á hálendinu. Heppin. Nú er hún alveg laus við rausið í kollunum, aulabrandarana og táfíluna. Heppin. Tökum kvenfólkið úr umferð. Framsóknarflokkurinn. Ég sakna þín og í huga mér sá haugur fólks sem reynda að herma eftir þér. Ef mér einhver tíma þótti útlitið dögt, þá fékk ég högg í hausinn leiftur snöggt. Sú hönd var blá sem varði mér á, bara
hef ég vel við höggið á og aldrei gleymist hér á landi á. Sú leiftur snögga höndin blá. Íslendingar tóku þátt í Ólympíuleikunum og höfðu kristilegar kennisetningar að leiðarljósi. Já, við trúðumst alltaf stöðugt því sem stendur í Biblíunni að hinir síðust eru fyrstir en það kom meðal annað á daginn. Hvernig hefur líka annað að vera með undirbúningu sem við fengum? Og hvernig var hann þessi undirbúningu? Það var nefnilega svona. Skotans. Slakaðu á mann. En komið, það er 2 vikur í Ólympíuleika og við erum ekki búin að fá eina æfingu. Það er ekki hægt að bóka þetta til tónleika þetta allan dag. Það er slökk á mann að helviti pása þetta eitthvað mann. Það er tónleika æfingja. Hér ganga Króatar hjá, þeir hafa ástæðu til að vera ánægðir með sína menn Króatar og svo kemur íslenska liðið. Já, þeir hafa ákveðið að draga fánann í halva stöng í ljósi þess hvernig gekk. Hver ekki þessari heitabylgju að ljúka? Nei, þeir eru að spá þessi 3 vikur í viðbót. Hvað er með áramótum? Pabbi, má ég skrúa fyrir opnana? Gerðu það. Nei, við erum búin að ræða þetta. Það verður ekki skrúa fyrir neina opna hér. En pabbi, það eru allir opnar að hæsta samt að 27 steg að heita úti. Já, en þú veist hvað gerist ef við skrúum fyrir opnana? Góðir Reykvíkingar, Hlustuðu bara. ég vinn á nauðsyn þess að kynda íbúðarhúsnæði. Jafnt og þétt allt árið, burtséð frá veðurfari. Reynið ekki að skrúa fyrir opnana, annars lendum við í því að hækka verðið á heita vatninu. Eins og í fyrra. Ykkur er kalt, ykkur er kalt. Á hverju stopparu? Það búið að strengja lín og net þvert við göttuna. Ussus, ykkur á það nú eftir að kosta. Alveg frá því að við höfðum til samráð var ég sannfærður að við gætum þennan milljarða sem sagt þú, sem sagt ég, við saman og því meir sem bensíndælurnar gengur glæddi þjóðin meir og meir í alveg réttu hlutfalli græddi þú, græddi ég, við saman svo indælt og æðislegt var hvert e-mail sem ég fékk ég vildi alla tíð við þig hafa saman og ef einhver teldi maðka í nissu væri málið löngu fyrrt og allir upp að öxlunum eins og þú, eins og ég, við saman Það sem Hannes ber loft hættir landin aðkomulösa. Safnið að Gljúfrasteini var formlega opnað fyrir almenningi á árinu. Halló, stelpur. Má ekki bjóða ykkur inn fyrir? Hannes Holmstedt, hvað er þú að gera hér? Já, ég hef umsjón með þessu safni. Umsjónamaður? Já. Með Gljúfrasteini?
Nei, sko, þetta Gljúfrasteinn, en hins vegar komið og sjáið þið, komið þið. Sjáið þið, sko, þetta hérna Hólmsteinn. Já, þetta svona minjasafn mig og mín verk, sjáu þið, hérna blýantarnir, hérna. Já. Þetta alveg eins og skrifpúlti hans Halldórs. Já, bara miklu minna. Já. Og sjáu þið, hérna Nóbelin minn. Þetta alveg eins og Nóbelin hans Halldórs. Já, bara miklu minni. Já, ég svona aðlagaði þetta mér svolítið og gert þetta að mínu. Já, það ekkert allavegt við það. Nei, og sjáu þið, kannistu við hennar jakka? Já, þetta alveg eins og jakkin hans Halldórs. Já, hann með að vera miklu minni, já. Vinur, hví pínur minni þetta viðbjóðslega hús? Mér þá, þú bara minni mig á hann Halldór. Já, nema, þú ert miklu minni. Hvaða Halldór alltaf að tala? Hvað fer Davíð að gera ef hann hættir í pólitík? Freysti gæfunar og veljið einn möguleika. Fleira? Nei. Bóka? Já. Nei, Davíð fer ekki að vinna á kassanum í bónus. Þetta var rangt svar. Gjörðu svo vel að reyna aftur. Logandi aftur í pólitík. Pilsan mín og pilsan þín, príðis fæðist láfið, þitt mitt og mitt þitt. Mónika veit hvað ég á við. Guðni brattur mælti mér mataræði smjöllu, feikna verk svo fékk í hver sæti barn með öllu. Þig ég dreg að þrútin rauð, þjáð af táraflóði, ó að ég fengist fitusnauð. Forseti minn góði. Þig vil ég dá, jafn eilíft og alla tíð, unga og gamla tíð, heimska og snjalla tíð. Því daga og nætur hugur minn hvíslandi, hjartað í brjósti þér til heyrir. Íslandi, Íslandi allt, Íslandi allt, Ísland best ískalt. Þá hefur fjallkonan lokið ávarpi sínu, næst fáum við að sjá dansatriði frá Þjóðdansafélaginu. Óli, erum við ekki verið að sulla aðeins svo mikið í sortum? Í sambandi við... Komið sæl aftur, bein útsending frá Ólympíumóti fatlaðra heldur áfram. Alfred Þorsteinsson hér að búa sig undir keppni í peningakasti siðblindra. Hann ætlar að kasta peningum á glæ með frjálsri aðferð og hann hefur ákveðið að nota línu og net í þessu kasti. Hann einbeitir sig hér, Alfred, og þetta gríðarlega gott kast, glæsilegt kast. Hann hefur kastað rúmum 2 milljónum króna á glæ og þetta áreiðanlega Ólympíumet ef ekki heimsmet. Alfred hefur hér ástæðu til að fagna, það gaman að sjá þetta aftur. Það alveg ljóst að þessu kennaraverkfalli verður að fara að linna. Þetta farið að hafa mjög alvarlegar afleiðingar, ekki síst hér á þinginu. Guðanna bænum reynið nú að fara varlega þegar þið gangi út úr húsinu. Sko, þetta stefnir alltaf óframdar ástand og ekki verið grípið í tauman og það strax. Sjáu þið? Ég veit ekki hvað þetta undar. Það væri bara miklu einfaldar að þú segðum bara hvað það heitir. Sko, ég... Nei, það ekkert ég að skoða með það.
Segðu mér bara nafnið þitt og ég skrifa það niður. Þú veist, þetta er bara gelfið svona einfalt. Ekki svona einfalt. Hvað svona flókið það að segja nafnið sitt? Hvað í gangi þarna? Þú veit ekki segja hvað hann heitir. Ég vil það alveg, ég bara get það ekki. Hvað mennur geta ekki, okkur ekki? Ég er nánumstúlkan. It's so very nice to have this talk with you, Mr. Bush. I'm so happy that we are talking together. We are tala saman. It's a very happy talk. Happy talky, happy talk. La la la. Sorry, Mr. Bush, all in greening. Mr. Bush. Mr. Bush. Segir hann á til að standa þess Oh, same to you, Mr. Austin? Oddsson. No, thanks. I'm trying to quit. Well then, what can I do for you, Mr. Arson? Oddsson. Gesundheit. Well, how are things down in Ireland? You mean Iceland? No, thanks. I'm trying to lose weight. I'm very worried about the thoughts. Huh? You see, we are friends and we don't want the thoughts to go away. So please don't take away the thoughts because we are NATO and we win together to saman. You see, we don't want to be thoughtless. Don't take away the thoughts. Oh, the thoughts. Yes, well, tell me your thoughts, Mr. Wilson. Oddsson. Oh, bless you. There you go. Quite a nasty cold you got there, Mr. Dodson. Já, tæknin maður. Það er eiginlega orðið alveg ljóst að við Íslendingar þurfum að hugsa þátttöku okkar í Ólympíuleikum alveg upp á nýtt. Og ég held að leiðin sé fyrst og fremst að leita upp í greinar sem við getum ekki tapað í. Bræðurnir Haukur og Finnur Skúlasynnir eru dæmi þessa nýju hugsun. Þeir keppa fyrir Íslands hönd í samhæfðu sundi karla og hafa þegar náð mikilli færni. Þetta búið að vera draumur hjá okkur frá því bara alveg blauti barsminni, sko. Blauti, já. Þetta var þannig sko að það íslenska Ólympíunefndin var að auglýsa eftir keppnisgreinu sem að væri svona erfitt að tapa, sko. Þá ákveðum við bara að sækja bjóða okkur fram. Þannig er bara aðrar þjóðir hafa náttúrulega ekki á að skipa karlmanliði í samhæfðu sundi, Þannig að bara, við erum bara einu keppindunni, sko. Og þið eru bjartsýnir á úrslitin hérna í Aþenu? Já, það er bara aðlættir að vera ofrættur, sko. Já. Svo getum við, já, manstu, segðu það. Já, þannig að málið ég er ekki alveg verið sittur en ég gæti panikina. Já, nei. Ef við svo náttúrulega getum við líka bara alveg smeiðst, eins og hann Jón Arnar. Jón Arnar maður. Akkur keppir hann ekki bara í Ólympíuleikum fatlara maður? Miklu með sér það. Alveg geti bara kíló það maður. Og það er full ástæða til þess að meðan við fylgjumst með þessum hugrökku íþróttamönnum að rifja upp þau fornu sannindi að aðalatrið er ekki að sigra, heldur að láta sér þetta eitthvað sniðugt í hug. Höfuðborgin Reykjavík var á lista yfir 10 hallærislegustu borgir heims, allt til ársins 2004, þegar ungir athafnamenn gripu í taumana og sneru dæminu við með handafli. Hæ! Hvað er að fara? Heyrðu, þeir að spila Alfreð þriðaskipti. Mennum ekki veist. Hérna veitir þig hvað Rolling Stones er nú? Já, ég heldur sem að spila á Göfnum, svo er Lou Reed, hann er hérna út á kaffibarnum. Svo er hérna Elton John Unplugged á apótekinu. Við vorum að hlusta Deep Purple eru á hafnum. Ok, eitthvað leiðið það? Nei, Harrison Ford er alveg og Edward Norton er blindfullur á leiðinu. Nei, þetta er mikið að tala við þessu. Heyrðu, hittu nokkuð Brad Pitt? Æ, hitt hana? Já, hitt hana á kafnlegs. Ég nenni ekki hitt hana á mig. Hvað ekki?
Veistu, hann bara að snobba fyrir okkur, við erum Íslendingar og svona. Heyrðu, förum á tónsinn, hlustum á Bill. Hann nafna það yfir. Gefum meðtalega séns. Já, við erum orðið. Sjáum bara. Þó líði á æðir ást mín ætíð ættu þér. 100 kall. Veistu hver ég var? Come Clinton, on, please. I just want a little Stop kiss. it. What's the Stop it, matter? Clinton. Come on. Hi, Bill. Well, hi, Bo. How you doing? Og grímuna að þessu sinni hlýtur Gunnar Heimisson fyrir Össur og Ingibjörgu. Já, mig langar að byrja á því að þakka. Áður og flyttu þakkaræðina þá þurfum við að gera smá í sena. Hvað við? Þetta eru nýja reglur sko. Hvað er það að gera? Látt okkur bara þetta vinur. Spjallaði bara við fólkið á meðan og svona. Mér finnst þú gæst að Slakandi. Þetta komið. Komið. Svo til. Gunnar Heimisson var fyrsti íslenski leikarinn sem var sviptur grímuverðlaunum eftir að hafa fallið á lyfjaprófi. Það var heldur ekki einleikið hvað hann lék vel. Jú, við í lögreglunni við giskum á að einmitt núna séum það bil 100.000 manns hér í miðbænum í tilefni af menningarnóttinni. En við eigum eftir að fá endanlega staðfest. Já, en segðu mér, Gerjón, hvernig fáið þið það endanlega staðfest? Já, nú við erum með talningamann hérna upp á þaki og héraðsdómi. Hann er að telja alveg á fullu. Talningamann? Já, hvað, sér hann ekki maður? Hann er hérna? 1787, 1789, 76, 90, 791, 76, ekki hreyfingur, þú í brúnúlpunni, varst þú ekki upp á núllinu að náðan? Þá er ég búin að telja þið tvisvar. Krakkaði verðum að vera saman í sig og með minna saman, það má ekki vera hreyfa sér alltaf svona með kasti sko, annars verðum við bara alla nótt, viljið þið það? Nú er ég byrjuð búin í. Og bara maður ekki eins og í kaffibótri hann eitt. Ok, allir kjöri núna, og byrjuð við búin í. Ok. 1, 2, 3, 4. Jöfull er gaman á þessari menningarnótt, maður. Þetta er meira af það. Þetta er æðislegt. M-A-R-H-T. Nei, hvað er það? Skjál. Það er svolítið menningarleg músík hérna út alla trissum, maður. Þeir eru menningarlega bara myndlistin sem alla veggi. Menningarleg bjór hérna hverju guttuðarni, maður. Ég veit að maður vandrar ekki að drikka menninguna. Mér finnst það ennlega líka svo rosalega gaman að því að geta kynnt börnin sem er að kenna fyrir menningu. Já, en pappa, hvenær förum við svo eða heim? Hei, það er ekki menningstöðsum að það er menningu, skjól. Æ, en pappa, við erum alveg svo þreytt. Þið eru ekki þreytt, hvað er þetta? Þið eru bara að finnast upp. Ég skufflaðist meir í bjóri, kannski. Já, það kan ég ekki þetta kunnar saman. Hættið þessu ómenningarlega kjaftaði. Svona. Svo fáum við okkur eitt spenna saman á þessi þeisann. Blessuð! Hvað fyrir Davíð að gera ef hann hættir í pólitík? Já, það er orðið ljóst að það var fundist þó nokkrar teygjubyssur í Bagdad, en það er auðvitað skilgreiningar atriði hvað telst til gereyðingavopna. Ég tek bara eina spurningu viðbót. Hún sjá, já þú? Já, Davíð Oddsson hérna á Fréttablaðinu, segðu mér, hvar funduðu byssurnar? Nei, hann verður ekki blaðamaður á Fréttablaðinu. Þetta er rangt svar. Vinsamlega reynið aftur. Fyrirgeðu, hvað er þetta? Þetta er nú bara innsetning forsetans, ekkert interessant. Nei, það mætti enginn á sínum tíma. Hann ennir enginn að glápa á þetta. Ólafur, á þetta að vera svona? Nei, venjan er nú svo að bæði ríkisstjórnin og þingið sé viðstatt þegar forseti Íslands er settur inn í embætti. En það er enginn hérna. Nei, ekki eins og biskupinn, ég held nú að hann myndi koma að messa en hann lætur ekki sjá sig heldur. Hvað gerum við þá, Ólafur mín? Já, ætli við verðum ekki bara að gera þetta sjálf.
Forsetaforum og fósturjörð. Ísland lifi! Hurra! 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 Ef ég væri rík. Hann loksins kominn. Diskurinn sem við biðum öll eftir. Kristján Jóhannsson syngur sígildar dægurperlur úr ýmsum áttum. Auk þess syngur Kristján nokkrar aríur úr óperunni Norrlendingurinn ljúandi eftir Johnny Cash. Agamemnotion. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Diskur sem seint verður metinn til fjár. Agamemnotion. Og spennan að verða óbærileg og mér sýnist að vera Rúf gamla kempan sem högtir þarna hægri kantinn og vonast til að fá boltan. Það allir löngu hægtar að gefa þennan afdántaða leikmann enda Rúf nýbúin að fá gula spjaldið fyrir harkalega afnóttugjörn. En bíða við, það stöð 2 sem boltanum. Og, nei, nú boltanir aftur undan 2. Já, hérna, þetta bónusboltar, 2 fyrir 1. Við förum ekki frekk, við leigum af einhver missa. Hver á sínum stað, þó við þurfum oft að pissa. Trikkið að slappa af, hvað sem þröngar tegir. Ef það gengur ekki, þá svarið fullorðins bleiur. Mikilvægur leikur, Liverpool á móti Everton. Gæti jafnvel snúið við því púlið að sér enga von. Enska boltan, enska boltan, enska boltan, enska boltan. Nema boltan í imbanum okkar eitthvað fréttir nú þær. Allt þetta sökkar, Aston Villa, Liverpool, Chelsea og Rangers. Svekkam alltaf velkomin, don't be a stranger. Lindalegur drengur sem alltaf að keppa. Þegar kappi svoran að þá vilt ég væri sleppa. Enska boltan, enska boltan, enska boltan, enska boltan, boltan. Við viljum boltan beint í æð, hittur fyrr í út á sæð. Þetta fyrir okkar maður, ekki fokk í þessum gæ. Setjum hérna stundum saman, sveitir sokkar. Það 3 daga gamlar, já, leiftin hún okkar. Enska boltan, 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 enska boltan. Og öllum að óverum Skjárinn allt í einu kominn með boltan og hann ryðst þarna upp kantinn og aðrir leikmenn standa bara og klóna sér haustum og Skjárinn kominn inn á teig, hann frýr á teignum. Ha, hvað nú? Það síminn til þess. Nei. Sér það núna, það síminn sem allt í einu búin að kaupa boltan. Síminn. Hversna á ruglu þetta í það? Ég alveg hættur að botna í þessum leik. Það næsta víst. Hvað fer Davíð að gera ef hann hættir í pólitík? Samkvæmt heimspressunni hefur Bobby Fischer enn tekist að koma Íslandi heimskortið en Fischer hefur lýst í yfir að hann muni efna til skákeinvís á Bankastræti 0. Þar mun Fischer tefla við páfann. Páfann vill ekkert láta hafa eftir sér þetta mál. Og, hvers konar fréttir eða láta maður lesa hérna? Nei, hann verður ekki fréttalesar á Stöð 2. Þetta rangt svar. Heldurðu að þið eitthvað að giska oftar? Áður fyrr var það mikil mannraun að falast eftir láni hjá bankastjóra. Menn kviðu vikum og mánuðum saman þeirri niðurlægingu sem því fylgdi.
öldin önnur. Við erum ekki að tala neina sveimandi upphæðir. Við skulum hafa það alveg á hreinu og svo vil ég taka það fram að þetta bara vegna þess að það stendur þannig á akkúrat núna. Ok. Ég get þetta vel. Það er bara að halda kúlunum, þá kemur þetta. Ok, ég get þetta. Góðan daginn, Guðfinna. Nei, sælvertu. Ég að hugsa að koma með bara beint að efninu. Bob, býðu nú við. Já, ég var að velta því fyrir mig hvort þú værir fáanleg til þess að taka lán hérna í bankanum. Ég? Já, við erum að tala kannski húsnæðislán upp á 17 til 20 milljónir með 5% vöxtum. Æ, nei. 4,5% þá? Nei, veistu. 4%, 3,5%, 3%, 2% vexti. Gerðu það, Guðfinna. Nei, þú verður að taka lán hjá mig. 12% vexti, Guðfinna. Ármann, ég vil helst bara ekki skulda neinum. Gerðu mér þetta? Svona. Hvernig heldur þú ég þætti að eiga svona mikið af peningum? Það er ekki endalaust hægt að kaupa nýja banka í útlöndum. Svona, kallinn minn. Þú verður að taka lán hjá mér. Voðalega þetta erfitt hjá þér, ha? Já, ég fer alltaf á taugum og hverjum föstudegi. Svona, vinurinn. 0,25%? Nei, Ármann. Okkur gerur mér þetta. Voru upp hér í kvöld Anal Halar og Spítsala engin annar en Blas Swap í þessu sýsnutti sem presentera hennan motherfucker hér. Hvað er maðurinn að segja? Ekki hugmynd. Er ekki textar? Ekki spurning. Í hægra horninu út í Balár og vel dottir rokkandi Afro Puffs og Jerry Curls harða leikmanninn og setja þeim niður smakkandi hann á Mad Hell Seduction. Arnar Nes í þitt fjós og það er engin að spara aðspas. Tvöndri backmyndu fólk kjetur típan, hattar ekki stríð, frontaregla, sprengir hringu eftir í klink og púlva lindu blef fyrir ekki shit. Ríkisstatsmaður í yfir mig, löngu hættur að grínast. Föttu upp af engu, hafið farin svo skímu og það endar ekki öðruvísi en nasty. Ringsparkandi línum eins og smábata sjómaður Tælandi. Hey Bissell, Big Mac Shizzle. Og gengur á líku svar verma varman að bekkindar Brynjólunum sem flæði í sekkin hjá leikmannum sem flexar ekkert nema Stephen Angle og players gengur eins og starfsmæður kjöttbári. Það sem scrub shit er sem move shit. Bling blingin í farþegarsætunum stappbaraðar af falafel. Klemast feiminn einhvern ömlega söngleik. Ekki í sjúki við shit sem þú ert ekki að fara enda öðru sem nonna búið er. Hann er ekki að geta þig við að línu sem hittis og geðslamið, klipp eftir klipp, rock shit er hamra, bad backed og ósmurt Teflon Dan Grímsson. Og hvað það er? Já. Nei. Þú ert yfirfullur af skítlegu eðli, þú ert ómerkilegri pappur en jókindum aðfans eðli. Ekki öllu skárið þarna, steiktur eða soðinn. Ég ætla að halda afmæli og þú ert ekki boðinn. Já, reyndu bara að halda einhverju heima stjórn á hátíð. Það verður sko engin smátíð, þú lifir bara í þátíð. Þú setja lög á kjörnalabraskara og kaupa hérna. Þá sýni ég þá mikið fyrir þjóðin óvun daginn að mæta ekki brúka Danaprins. Sendi bara Dorrin. Þú ert eins og PlayStation með löngu úrett forrið. Heldur þú við stoppa mig? Já, veitum áskotsrétti. Þú átt við að þjóðan fara kjósum einu bretti. Já, það hefur myndast já á milli þíns og þjóðar. Það setur svo strangar reglur kosningarnar að þjóðin þjóðar. Þú skilur bara ekki beinni því hvernig þú lætur. Þetta er fáið, þetta er fráið, þú ert ekki sætur. Og þú ert ekki þólandi nema rétt á meðan þú segir. Og eru 100 sinnum klárar en þú, hvað sem þú segir. Þá pæli ég þig fara með því að ná endur kjöri. Ég er að pæli í einu, beður að hárið áður með smjöri. Nei. Ég er að eins og ekkert sé að þetta er frumvarpið tilbaka. Bíbingablaka á stauðnaflaka. Þú ert sjálfur gjá. Og þú ert sjálfur þórapittur. En þú ert einfallega afturhalds kommatittur. Gunnlaugur, þetta er alveg geggjað hérna hjá þér. Þú ert svona með svolítið svona suðrænan, ítalskan eða suður-evróskan stíl finnst mér. Já. Já, þetta er aldrei skemmtilegt. Já, ég var ekki átt að mig á því. Heyrðu, og eldhúsið, það er gaman að því hvernig það svona kallast á við hérna alrými. Þetta er eiginlega svona alveg tenging hérna á milli. Já. Heyrðu, og svo ertu með svona hraun hérna á svona miðjuvegnum. Já, þetta er alveg, já, þetta er alveg originalt. Alveg svolítið skakkar myndirnar, annars er þetta bara mjög skemmtilegt. Já. Heyrðu,
Heyrðu, og lampar hérna bara út allt, alveg bara mjög mikið að ljósum. Já. Þetta alveg briljant. Já, það skýrir nú kannski rafmagnsreikninginn hjá mér, það Já, þetta gaman að þessu. Heyrðu, en svo ertu með hérna miðju gólfinu fötuna, þetta nú dálítið sérstakt. Þetta fata, já. Já, einmitt að veltaði fyrir mér hvað þetta væri sem Létrumbónum og svona. Já, þetta aldrei gaman að þessu. Þetta alveg briljant. Heyrðu, og hefur bara hannað þetta allt saman sjálfur? Nei. Þú hefur gert þetta allt sjálfur? Nei, þetta var nú bara svona þegar ég flutt inn. Já, ég keypti íbúðin óséða. Já. Vegna hlýnandi veðurfars eru íslenskir jöklar í stórkostlegri útrýmingarhættu. Stjórnvöld hafa brugðist við þessu að miklu snarræði. Aðgerðin Jökulinn burt þegar langt á veg komin en hún felst í því að saga Vatnajökul niður í viðráðanlega reiningar og flytja hann úr landi til varðveislu áður en hann hverfur alveg. Það Louvre-safnið í París sem hefur tekið jökulinn upp á sína arma og stofnað sérstaka jökladeild þar sem ekki útilokað að fleiri íslenskir jöklar verði til sýnis í framtíðinni í þar til gerðum fristisölum. En þessi djarfa áætlun hefur reyndar þegar valdið nokkrum deilum. Þetta aldeilis fráleitt. Við náttúruverndarsinnar hljótum að krefjast þess að jökullinn fái að bráðna í sínu náttúrulega umhverfi og það virkilega meiningin í framtíðinni. Við þurfum að kaupa okkur flugmiða til Parísar og borga morðfjár inn á Louvre-safnið ef við ætlum að ganga á jökul. Ég bara spyr. Og með þessum aðgerðum auðvitað verið að setja Landsvirkjun í skelfilega erfiða stöðu því leið og jökullinn farin eru auðvitað engar ár eftir til að virkja og Kárahnjúkavirkjun kemur þá einungis til með að nýtast sem þjónustu fyrir mótmælendur. Af þessum sökum stendur stjórn Landsvirkjunar nú í ströngum samningaviðræðum við borgaryfirvöld í París virkjunarleyfi í Signu. Og okkur þykir ekki óeðlilegt að við skiptum fyrir íslensku jöklana fáum við að virkja Signu og flytja síðan rafmagnum sæstreng til Íslands til að framleiða ál fyrir Frakklandsmarkað. Góðir Reykvíkingar, ég minna það að við erum með risarækju til sölu. Risarækja til sölu. Nei, okkur hefur ekki ennþá tengist að selja símann. Aðalega vegna þess að dreifikerfið ekki alveg tilbúið. Við viljum allir sitja við sama borð og þess vegna verða allir eiga kost á sömu þjónustu. En það verið að vinna í þessu sleitulaust. Magnús og Eyjólfur. Þið eina heimilið á landinu sem á eftir að fá ljósleiðara. Gjörðu þið svo vel. Hvað ljósið? Já. Magnús, hvað er það? Ég er online. Talaðu við mig, Magnús. Ég er að downloada. Við höfum mörgum dropanum á bílinn hjá þér dæl. Að díselja sem bensíni en aldrei í því pæl. Að verðið væri siðlaust bæn og samráðslega hátt. Nú sitjum við og iðrumst bæn í hljóð og opinskap. Fyrirgefi þeir stjórunum en að þjófnað og svið. Sorry. Þetta átt að verða brandari en gamanið var grann. Græðum á landanum, olíufélögin. Það er alltaf sama saga með þessa íslensku sveitalubba. Þeir kunni ekki gott að éta. Gott að meta? Nei, gott að éta. Ég var að tala um fæði sem boður upp á hérna.
Ég meina, hafa Íslendingar virkilega aldrei talað það að það er hægt að geta eitthvað annað heldur en hrútspunga og súrsæðselsreifa. Ég alveg talað. En Kristján, nú fékkstu svo mikið borga fyrir þessa góðgerðartónleika að það er allt söfnunarfé til þín og það sem safnaðist í fyrra líka. Akkur vil ég endur alltaf vera að tala þetta? Akkur maður geta að tala bara það sem að vel gert? Eins og til dæmis fæði í sveitinni heima þar sem ég ólst upp. Við bræðarnir vorum meira minna aldar upp á lasagna al forno og cannelloni con fettuccini. Þóttir enda mjög skrítið fyrir norðan þeim tíma alveg, ég veit það alveg. En hvað fékkstu mikið borga fyrir tónleikana, Kristján? Akkur svona rauð á brjóstónum, Ég held að sé búin að geta mikið af lundabökkum og súsum og súspungum. Kristján, þegar við komum fram á svona tónleikum, er það ekki venjan að menn gerir það kauplust? Jú, auðvitað það alltaf venjan á þessum eiga rassi hérna að segja bara, þakka þér kærlega fyrir og gott áskildir að koma hingað og ertu endilega bara tilbúin að koma hérna sem oftast og síndu þau sem oftast. Þannig er það alltaf hérna, sko. Kristján, svo komum okkur aftur hérna í peningamál. Ég var að gefa út disk hérna. Annars verður þú að láta líta á brjóstina, það er skjál mín. En finnst þér þessi greiðsla eðlileg, Kristján? Já, sko, mér finnst greiðslan út af fyrir sig allt í lagi. Skiptingin er kannski full langt til hægri og blússan er full mikið opinn, þannig að það ber svo mikið á þessum rauðu brjóstum. En hvað fékkstu mikið borga fyrir tónleikana? Ég fekk ekki krónu, þetta fór allt saman í kostnað. Það gekk svo langt að ég þurfti að gista hjá dóttur mín og ég takk hæstan hákarl. Hjá dótturinni? Já, hún er ekki svo ódýrust að skal ég segja þér. Hún sver sig sko í ættina, þannig að peningalega fór ég alveg skelfið út fyrir þessu. En hvað fékkstu mikið? Ég fékk ekki krónu fyrir þetta. Ekki krónu? Nei, ekki krónu. Þetta er allt sem að borga í evrum. Þetta tala ég af mér. Er ekki hægt að klippa þetta síðasta út? Er það ekki hægt? Þetta er bein útsending, Kristján. Þetta er bein útsending, einmitt, já. Ég var að gefa út disk. Hvaða æsingur er þetta? Ég hef bara áhyggjur af þessum rauðu brjóstum. Þau eru nú sætt saman. Hvaða hindur hér? Já, þetta sé ekki eina hugmyndi Jóns Kristjánsson til að spara í heilbrigðiskerfinu. Já, ég er að koma. Hvað er að ske? Hvað gættir að fara með mig? Já, skurðstofuna maður. Það fær hínum meginn. Nú, fyrir. Ég er í svaka stuði hnífur. Gaffal. Nei, ég er bara að grínast. Ég er löngu búinn að borða stjórnarskrána. Sjá. Já, með datta í hug. Þetta er klárlega stjórnarskrábrot. Nó, hvað gerum við þá? Við gefum honum í æð. Í æð? Hvað? Gefum honum skítlegt eðli í æð. Ok. Nei, heyrið mér nú aðeins. Er þetta nú ekki orðið ágætt? Jesús minn. Nei, það er ekki svo slæmt. Þetta er nú bara ég. Já, ég meina, er þetta þú sjálfur? Jú, en hvernig dettur ykkur í hug að vera að gera grína veikindum mann? Ég er svo hissa þér, Latti, að þú skulur af öllum mönnum taka þátt í svona verknaðu. Ég er svolítið yfir mig. Já, ég var alltaf á mótus alveg frá upphafi, sko. Ég sagði strákunum að þetta væri ekkert fyndið. Mér fannst þetta frekar ósmekklegt, þannig að... Strákunum, við skulum bara hætta við þetta. Heyrðu, þú skilur ekki með svona með allt opið. Þú er að sauma saman skurðin aftur, ég get ekki farið. Ég sitt og sauma. Nei, kallinn minn, það eru allir löngu farnir, maður. Klukkuna vantar bara nokkrar mínútur í áramót. Já, þetta er örugglega búið að vera rosalega viðburðaríkt ár hjá þér, eins og hjá okkur öllum bara. En viltu ekki kveikja áramótaeldinn? Svona, kallinn minn, verður ekki að skæla neitt. Sjáðu! Já, nú bara sláum við partí. Bara við tveir? Já, við tveir og allir innir, maður. Já. Aftur komin áramót og dýrin hér í skóginum mínir. Það sem sakkar verður kúl. Þeir sem voru harfið verðan og limir. Því það eru
missast, allt það týnda finnst á ný. Til þess eins að týnast aftur og missast, það eru áramót, ég ætla út í geim.